velkomin í Biblían á mannamáli. Við erum að fara á stað í Galatabréfið. Sumir áætla, sumir fræðimenn, að Páll hafi skrifaði segja Galatabréfið frá Efesus 55 eftir Krist, en það er líka ekki minni hópur fræðimanna sem telja það líklega að það hafi verið skrifað fyrr, 49 eftir Krist, og frá Antíókíu í Sýrlandi og þá sem viðbrögð einmitt við umskurðarsinnunum sem að fóru eftir honum til Galatíu. Þetta bréf er skrifað til safnaðanna 4 í Galatíu, það er Antíókíu í Pisidíu, ber sama heitu Antíókíu í Sýrlandi sem Páll var, Íkóníum, Lýstru og Derbe. Og þessi söfnuður urðu til þegar Páll og Barnabas fóru í sína fyrstu trúboðsferð og höfðu raunverulega ekki verið til sem söfnuður og starfandi í meira en kannski 1 til 2 ár. Galatabréfið er elsta kristniritið sem hefur varðveist. Það er mjög áhrifamikið og það er ákveðin yfirlýsing sem það kemur fram gegn lögmálsstefnunni svokallari í öllum sínum myndum. Lögmálsstefna, hvað er það? Það er það að eina leiðin til að halda eða eiga samfélag við Guð og lifa í samfélagi trúara sé að halda lögmál Móse í einu og öllu. Og það er til ennþá í dag kristnar kirkjur sem að fylgja þessari stefnu. En það sem að gerist og það sem Páll er að leggja áherslu á eins vegar er það að lögmál Móse er nú ritað á hjörtu fólks. Að þetta er ekki utan frá inn, heldur innan frá og út. Þannig að það sem lögmáli segir, það er ritað á hjörtun. En þetta nær endar miklu meira en það, lögmálstefnan, því það er talað svo margt annað sem að við mögtum aðeins að minnast á eftir, sem að Páll ávarpar. Og bréfið hans, Galatabréfið, er deilurit þannig séð að það skrifa mikil ákefð og brennandi eldmóði og þetta er mótsvar. Hann er að rökræða við fólkið, kenningar sínar versus kenningar umskurðarsinnanna. Og bréfið skrifaði greinilega í geðshræringu. Hann svarar hverja einustu röksemdafærslu umskurðarmannanna og reynir að telja Galatamönnum trúum að þeir sem reyna að telja Galatamönnum trúum að þeir verði að hlýða á lögmáli Móse og Páll kemur með aðra víta á þetta og segir það er nú þegar búið að innlima ykkur inn í fjölskyldu Guðs og rita þetta lögmál á hjarta spjöldin ykkar. Galatabréfið hefur því stundum verið kallað svona magna carta kristinna trúar með miklu sprengikrafti og það boðar bæði réttlætingu og helgun fyrir náð Guðs, fyrir trú á Jesú Krist og fyrir verk heilags anda, ekki fyrir verk lögmálsins og þetta munum við fara yfir aðeins núna þegar við lesum bréfið. Trú og kærleikur er allt sem við þurfum. Trú og kærleikur er allt sem við þurfum. Guðs börn eru þess vegna ekki lengur bundin af, og hlusti nú vel á, 613 boðum lögmáls Móse. Þetta snerist ekki bara boðurinn 10. Það snerist alls konar boður, 613 alls, þar á meðal umskurð og auðvitað hvildardagurinn og fæðisreglur og lög hvað þú mátt borða og hvað ekki og hvernig og svo framvegis. Gyðingar litu og líta enn á þetta sem ytri merki þess að tilheyra sáttmála fólki Guðs, það er að segja tilheyra hans hópi, að því að Guð setti þetta í byrjun til þess að leiðbeina, til þess að sýna hvað þyrfti að koma og hvernig líf á jörðin átti að vera. Og megin tilgangur Páls með bréfinu er að sýna fram á að gyðingar og heiðingjar hafi nú sameinast í einni fjölskyldu Messíasar Jesú Krist og hann fullkomni þetta verk lögmálsins, þannig að við uppfyllt lögmálið í lífið þeirra og í hjörtu þeirra. Í gegnum allt bréfið talar Páll sérstaklega inn í aðstæður þræla sem voru fjölmennir í söfnuðunum í Galatíu, því þrælahald var leyft og viðtekið í rómanska heimsveldinu og hann notar oft orðið þræll og marga myndlíkingar sem hans snúast einmitt andstæðuna milli þrældómsins og frelsisins, því að hann talar ánauð, fangelsun, forsjá
ólögráða barn, þrældóm og svo framvegis. Og fagnaðarerindið Guðs ríkið nefnilega fagnaðarerindi frelsis. Það frelsar fólk, setur það frjálst úr ánauð, innra myrkri, innri fjötrum, innri ótta, undan valdi þess sem að berjast innan með okkur og gera okkur aðskilin, eins og við upplifum okkur aðskilin frá Guði vegna einhvers í líf okkar. Fagnaðarerindið Guðs ríkið ávarpar þessa hluti og leysir okkur. Og Páll minnir Galatamenn á það að þeir séu frjálsir undan lögmáli Móse og helgaðir eða gerðir heilagir í Kristi Jesú. Líf Guðs og réttlæti hans fæst ekki með því að halda lögmálið, heldur með trú á Jesú Krist. Lögmálið hafði þann tilgang að leiða menn til Guðs, leiða menn til frelsarans. Þeir sem trúði í Galatíu, bæði gyðingar og heiðingjar, eru afkomendur Abrahams sagðan, börn Guðs og erfingjar ríkis hans. Þar sem við öll tilheyrum núna Guði, ekki bara gyðingar. En lögmálið var gefið gyðingunum, segir hann, til þess að leiða þá og mannkynið allt í áttina Guði, til að sýna að það líf sem var á jörð og ríkti, sem var mikil illska og mikil vonska og mikil hatur á þeim tíma sem lögmálið gefið, Tóra gefið. Það var skelfilegt ástand á jarðríki og Guð að byrja að koma og segja, heyrðu, ég ekki svona eins og þið hegðu ykkur núna. Þetta ekki lífið. Þeir sköpuð í minni mynd. Þetta ekki ég. Þetta endurspeglar mikið, en sjáu þið, hér þetta. Og þegar þið skoðið Tóra, þá gengur það bara út á kærleika og réttlæti. Fyrst og fremst. All boðorðin, hvað boðorðin? Hvað lögmálið? Ekkert annað en það. Ef þetta væri hluti af mannkyninu, þú skalt ekki stela, þú skalt ekki drepa, þú skalt ekki girnast, eða þú skalt elska, náungar eins og sjálfa, þú allir þessi pakki, elska drottinn Guðinn. Þetta bara kærleikurinn. Hann bara að segja, heyrðu, þið lifið ekki kærleika, ég ætla að sýna ykkur betri leið. En hann varð að byrja utan frá og inn. Hann gat ekki farið inn fyrir andi Guðs og ekki útelt í hjörtu þeirra fyrir hann eftir að Kristur kemur. Og þetta lásum við í postulusuna þegar heilugum anda voru útelt og Rómarabrauðinu sagði Páll, og þá var kærleika Guðs útelt í hjörtu þeirra. Þannig að þessu augnabliki sem að Ísraelsmenn gangi gegnum allt þetta með Tóra og lögmál Móse gefið, það gefið til góðs, það ekki vont, alls ekki. En það leiðbeinandi til þess að beina þeim í rétta átt. Það svo vegvísir sem segir, heyrðu, ef við gerum svona, haldið þess átt, þá nálgist þið það sem að ég að reyna að kenna ykkur. Það var lögmálið. Beina þeim í áttina að Kristi þangað til hann kom. Þegar Kristur hins vegar kominn, þá uppfyllir hann lögmálið, sagðan, og hlutirnir heilumannandi útelt í hjörtu fólksins og nú verður þetta eina frá út. Þannig að þetta það sem Páll að eiga við. Og Páll hafnar þeirri hugmynd sem að umskurðnarsinnirnir voru með að Jerúsalem, jarneska Jerúsalem væri miðpunktur alls sem Guð var að gera. Það skiptir hins vegar miklu meiri máli, sagði Páll, hinn nýja Jerúsalem sem kemur frá himnum og ofan. Það að segja, þetta ekki jarnest líf, Guð ekki bara í jarneska lífinu þó að það sé mikilvægt, hann í himneska og hann úthellir frá himninum inn í hjörtun. Og þeir sem halda því fram að menn verði að halda lögmála til að vera hluti af fjölskyldu Guðs, þeir segir Páll, raunverulega boða allt annað fagnaðarerindi. Menn voru svona að geta sér til það hver hefði farið með bréfi frá Antíókíu til þeirra í Galatíu, og það er svo sem ekki vitað, en margir velta fyrir sig hvort að það geti hafa verið Títus. Nú, jæja, þá ætlum við að mynda okkur aðeins í bréfið og við ætlum að byrja bara á fyrsta kaflanum. Það segir svona í fyrsta versunum: Páll postuli, ekki sendur af mönnum né að tilhlutun manns, heldur að tilhlutun Jesú Krists og Guðs föður sem uppvakti hann frá dauðum, og allir trúaðir sem með mér eru við heilsum söfnuðunum í Galatalandi. Þetta bara ávarp, hann bara ávarpa og segja
Það er ég og aðrir sem tilheyra Guði hér sem erum sendu ykkur þetta bréf. Við heilsum ykkur í Jesú nafni. Svo segir hann: náð sé með ykkur og friður frá Guði Föður og Drottni vorum Jesú Kristi, sem gaf sjálfan sig fyrir syndir okkar til þess að frelsa okkur frá hinni yfirstandandi vondu öld samkvæmt vilja Guðs og Föður. Honum sé dýrð aldir alda. Við verðum að staldra þess strax þarna við náð sé með ykkur og friður frá Guði Föður okkar. Páll er búinn að kynna sig og hann segist vera postuli. Páll postuli, segir hann. Postuli þýðir sá sem er sendur. Þetta er ekki titill, þetta er verkefni, þetta er hlutverk. Þetta er það sem hann er bara sendur í burtu og þannig hann hefði alveg sitt að sagt Páll sendiboði. En það er það sem orðið merkir. Það sem er sendur í einhverjum erandagjörðum með einhvern boðskap, eitthvað til að kenna, eitthvað til að fræða, eitthvað skilaboð. Þá voru margir sem drógu þennan postuladóm Páls í efa. Vegna hvers? Vegna þess að hann hafði ekki verið vígður til þjónustunar sem postuli af mönnum, af postulunum til dæmis í Jerúsalem. En við erum búin að lesa það í Postulasögu 9. kafla að Páll var kallaður beint af Jesú Kristi, Kristur opinberast honum og kallar hann til þjónustu og þannig að hann fékk aldrei það sem við myndum segja handa yfirlækning og smurður, það sem hann er vígður þessara þjónustu og þess vegna voru margir sem drógu það í ef að hann mætti þetta, gæti þetta og þetta væri rétt sem hann var að segja. En kjarnin í boðskap hans var alltaf upprisu Krists, því að Kristur birtist honum upprisinn. Eftir dauða sinn og upprisu þá birtist hann honum á veginum til Damaskus og opinbera sjálfa sig, meðan Páll var að ofsækja muniði og drepa hina kristnum. En þannig að kjarnin í boðskap Páls er að sigur Krists yfir dauðanum er hjarta fagnaðarins og loforð sigur þín og mín yfir dauðanum líka, að Guð hafi sigrað dauðan og gert hann engu og við munum lifa. Og það samræmist við bara sköpunarsöguna, það sem að Guð sagði að ef við fjarlægumst hann þá deyjum við. Það er ekki vegna þess að hann alltaf eitthvað hefna sín, það er bara einfaldlega að án hans er ekkert líf. Það er bara hann er uppsprett alls lífs og ef við slítum uppsprettuna, slítum okkur frá uppsprettinni þá er náttúrulega þá er það búið að vera. Þannig er það bara með alla hluti í lífinu. Og svo er það náðin. Náðin þarna, náð sé með ykkur. Það er óverðskulduð, oft sagt að náð sé óverðskulduð velþóknun Guðs. Það er að segja, Guð er góður, en við getum ekki áunnið okkur það sem hann vill gefa og hans góðu gjafir. Guð einfaldlega elskar þig og gefur þér góðar gjafir sínar. Og því fylgir friður. Friðurinn sem Páll talar friður Guðs, fylgir eftir því að þekkja náð Guðs. Þegar þú farið að upplifa og reyna náð Guðs í lífið þínu, þá kemur friður. Og ég spyr, við erum öll að leita því, hver þráir ekki frið? Hver margir okkar, að mörg okkar eru ekki að tala það og ég er svo friðlaus, mér líður svo ill í hjartanu mínum, ég þarf frið, ég þarf ró, ég þarf öryggi. Þegar þú meðtekur og upplifir náð Guðs, þá fylgir í fótsporið friður Guðs. Lykilorð hérna er einmitt orðið náð sem er á grískunni karis, þekkjum þetta karismatíska vakningin, náðagjafavakningin eins og kölluð var og svo framvegis. Þetta þýðir náð, getur líka verið þýtt yndisþokki, fegurð og það sem er eitt af mínum uppáhalds, aðlaðandi góðvild. Svo góður er Guð að hann laðar okkur til sín, hann er aðlaðandi. Og þá sjáum við strax hversu margir hafa svo ranga mynd af Guði. Og það er vegna þess sem að þeim hefur verið kennt, þeim hefur verið sagt, eða rangtúlkun eða misskilningur. Það þarf ekki endilega vera rangtúlkun eitthvað viljandi, en það getur verið misskilningur það sem að Biblían kennir, vit ekki út af hvað hann gengur, eða jafnvel
vanþekking að því leytinu til að halda ykkur fram sem að kannski bara alls ekki einu sinni í Biblíunni. Og hér vil ég aftur á þess að vera auglýsa svo mikið. Hún mjallast út bókin mín Betri heimur, hún fæst í bókasölum, bókabúðum Eymundsson og Forlagsins til dæmis. Getið líka nálgast hana hjá mér ef þið viljið. En þarna fer ég mjög djúpt einmitt í þessa þætti. Þetta gríðarlega mikilvægt. Hvaða mynd hefur fólk af Guði? Hver Guð? Og hvaða mynd málar Biblían okkur af Guði? Margir hafa, ég þora að fullyrða, ranga mynd af Guði. Bara, hann ekkert eins og hann í raun og veru. Því Guð kærleikur. Hann bara kærleikur og hann með aðlaðandi góðvild. Þeir sem ekki þekkja hann svona, geta fengið að þekkja hann með því að kalla á náð hans, leyfa honum að koma og bara tala og sýna sig. Hann sýnir sig. Hann sýnir sig. Ef við höldum áfram að lesa, þá í 6. versinu, mig furðar að þið svo fljótt látið snúast frá honum sem kallaði ykkur í náð Krists. Sjáðu þið, hérna kemur það aftur. Þið hafið núna snúið frá fagnarendi sem við Barnabas boðum ykkur að annars konar fagnarendi vegna þess að það sem við boðum ykkur var fagnarendið í náð Krists. Hrein og tær gjöf, ekkert sem þið gátu gert til að ávinna ykkur þær gjafir sem að lögmáli hins vegar segir að þú verður að gera til að fá. Og þetta munurinn. Svo ég ætla að ítreka það sem ég var að tala áðan. Annars vegar það trúin á það að með því að gera svona, þá verður Guð ánægður með mig og hann gefur mér einhverja gjafir. Það sé ég þarna, skulum við segja. Ef ég bið nógu mikið, ef ég helga mig nógu mikið, ef ég les nógu mikið í Biblíunni, ef ég fer nógu mikið í kirkju, ef ég reyna að gera svona, þá Guð ánægður. Og þetta nærið eins og segir bara, ok, ég veit að ef ég ger þetta þá sný ég aðeins upp höndina Guði til þess að fá hann til þess að vera með hliðhollur. Þetta ekki fagnarendið Jesú Krist og hans náð. Það segir, hér ég get ekkert gert til að ávinna mig neitt hjá Guði, en Guð hefur kallað mig til að elska, til að lifa í kærleika og með hans hjálp ætla ég að gera það. Svo verið náð hans meðtek ég líf hans, verið náð hans meðtek ég kærleika hans, verið náð hans meðtek ég lækningu hans, verið anda minn, sál og líkama, svo ég geti lifað í hans mynd hér á jörð. Öðrum orðum, þú þarft ekki að burðast með þetta einn eða ein. Guð hefur komið í Kristi Jesú og sagt, heyrðu, ég með þér. Ég mun aldrei yfirgefa þig. Ég skal hjálpa þér. Og til hvers? Ekki bara til að bjarga þig til himna í daginn, heldur til að lifa hér á jörð í kærleika, til að vaxa og dafna hér og halda sér áfram inn í eilíðina í þeim kærleika. Og við möttum að tala eilíðina mikið í framtíðinni, ég lofa ykkur því. Þannig að þetta algjör andstæða við það sem einmitt kennararnir með annars konar fagnarendi sem Páll ávarpar hérna, umskurðnasinnarnir, þeir boðuðu verkin fyrst og þá farðu líf. En Guð boðaði og Páll boðaði, nei, Guð gefiðu líf og þá komu góð verk. Þetta spurningin hver komu undan, ekki hænar orsöku afleiðing, innan frá út eða utan frá inn. Þetta faktist eins og svart og hvítt. Þetta þýðir ekki það að þeir sem trúa og meðtaka náð Guðs eigi ekki að gera sem rétt. Sjálfsögðu ekki. En nú kemur krafturinn innan frá. Og vegna þess hvað Guð gert í hjartanu mínu, vegna þess að Guð fyrirgefur mér, þá fyrirgefi ég líka. Þetta gríðarlega mikilvægt. Trúin dauð án verka. Það þýðir ekki það að þú ávinnuðu trú með því að vinna góð verk. Það þýðir það, ef að trú þín lifandi, þá verða góð verk. Ég sjá að þetta fólki, kannski finnst fólki þetta bara eitthvað svona blæbröðamunur, en þetta gríðarlega mikill munur. Og ef þú hugsa bara sjálfa því þeim efnum að þá sérðu það strax að það mikill munur þarna á. Nú, þið hafið snúið ykkur annars konar fagnarendi
og þeir leyftu einhverjum að trufla ykkur, segir hann í 7. versi, og þeir vilja umhverfa fagnaðarerindinu Krist. Svo segir hann þessi vers, þessi orð hérna í 8. versi áfram: en þótt jafnvel ég eða engill frá himni færi að boða ykkur annað fagnaðarerindi en það sem ég hef boðað ykkur, þá sé hann bölvaður. Eins og ég hef áður sagt, eins segi ykkur núna, ef nokkuð boðar ykkur annað fagnaðarerindi það sem ég hef boðað, muni þið þá, ef nokkuð boðar ykkur annað fagnaðarerindi það sem þið hafið numið, þá sé hann bölvaður. Eitthvað annað fagnaðarerindi en þið eru búin að meðtaka núna frá okkur Barnabasi, þá var það ekki rétt. Jafnvel þó ég komi núna til að graftur, hann tekur mjög sterkt til orða, jafnvel þó ég komi núna aftur og ég byrja að boða ykkur annað fagnaðarerindi og segja ykkur, heyrðu, það sem ég sagði síðast er tómdælla, það er rétt það sem þeir eru að segja, ekki hlusta á mig. Þó engill birtist og segja ykkur þetta, ekki hlusta á hann, því að ég boðaði ykkur sannleikarann og sannleikurinn setur ykkur frjáls. Svo segir hann þá í 10. versi: er ég nú að reyna að sannfæra menn eða Guð? Er ég að leitast við að þóknast mönnum? Ef ég væri enn að þóknast mönnum, þá væri ég ekki þjónn Krists. Það læti ég ykkur vita, bræður mínir og systur, að fagnaðarerindið sem ég hef boðað er ekki mannaverk. Ekki hefur tekið við því að manni, né látið kenna mér það, heldur hefur Jesús Kristur opinberað mér það. Þið hafið heyrt hegðun mína áður fyrri í gyðingdómunum, hversu ákaflega ég ofsótti kirkju Guðs og vildi eyða henni. Ég fór lengra í gyðingdómnum en margir jafnaldra mínir meðal þjóðar minnar og var miklu vandlátari erfikenningu forfeðra minna. Ég meðtók lífið, boðskapinn, fagnaðarerindi frá Kristi. Þetta er ekki mannaverk. Og málið er það, hann talar þarna um er ég að þóknast Guði, er ég að þóknast mönnum. Hann nefnilega snýri sig við, en leið og hann var ásakaður og margir þeir sem boða náð í dag eru ásakaður fyrir að vilja gera fagnaðarerindið einfalt, auðvelt, taka burtu erfiði hlutina eins og lögmálið, og að því að heiðingjarnir myndi ekki vilja taka við svona, þetta er svo mikið mál og ég get ekki gert þetta, ég fara að breyta öllu siðum mínum og venjum, og þannig að Páll var ásakaður um það, og fólk í dag, þeir sem boða náð Guðs, er ofta ásökuð fyrir það að vilja gera þetta ódýrt, gera þetta eitthvað svona auðvelt. En veistu hvað? Þetta er ekkert flókið. Þetta er nefnilega ekkert flókið. Og Páll sagði, fyrst ég er alls ekki að þóknast mönnum. Ég meina, það væri miklu auðveldara fyrir mig að ég er gyðingur sjálfur, ég ólst upp við þetta, ég var mjög mikið vandlátsamur gagnvart þessu öllu saman og lögmáli Móse, og ég drap hina kristnu, og miklu auðveldara fyrir mig bara að segja, heyrðu, já, endilega haldið lögmáli Móse, en ég er ekki þar, vegna ég geta ekki. Ég hef búin að meðtaka frá Kristi Jesú ákveðinn boðskap, og nú vil ég segja ykkur þennan boðskap í lítilli sögu sem að sumir þekkja, og hún er bara og þetta er teiknimyndasaga og teiknimynd, og síðan var hún leikirindar af alvöru leikunum með hold og blóði. Það er sagan um Denna dæmulausa, Denny og dæmulausu og Johnny kannski, vinur hans. Denny var mjög ódæll, hann var ekki vondur, hann var prakkaralegur, en hann gerði ekki til þess að vera vondur að leiðilegur að meiða. Hann var bara ekta lítill strákur, ekta gutti, svona eins og Óli Alexander Fíli bom og þú veist, þetta var bara hann að fá mikið fyrir honum. Í dag myndi hann sennilega vera greindur með alls konar hluti og fara á eitthvað lyf til að halda þessu öllu niðri, því miður, en bara góður strákur, en hann var svolítið að fór fyrir honum. Hann og vinur hans sátu einu sinni á gangstéttabrúninni í götunni hjá þeim, og voru að borða súkkulaðibitakökur, og það voru súkkulaðibitakökur volgar og nýjar sem að frú Wilson í næsta húsi við Denna og fjölskyldu hans hafði bakað. Denny hafði oft verið
svona, ég ætla nú ekki að fara að segja fleinn í holdtíðir, en hann pirraði þau mjög oft, herra og frú Wilson, og hún fékk stundum alveg nú á honum, hún gat hann ekki því að hann var eins og hann klúðraði öllu elsku drengurinn sem kom fyrir, og hann enn og aftur ekki vondur, bara ekta gutti, ekta strákur. Það brotnaði þetta og brotnaði hitt, en ætlaði ekki að gera, en það bara fór, það datt úr höndunum á honum og ég veit ekki hvað. Þið þekkið þess að sögu þið sem að hafi lesið hana, heyrti það, hort á þættina það, en þarna sitja að borða og hér kemur kjarninn. Þeir eru náttúrulega að njóta þessara glóðvolgu súkkulaðibita smákaka og hún svo góð. Og þá segir Denni með fulla munnin, veistu það að frú Wilson, hún gaf okkur ekki þessar súkkulaðibita kökur að því að við erum svo góðir. Denni vissi kannski upp á sig skömmuna oft á tíðum og hann áttaði sig á því, þetta var ekki út af því. En veistu hvað? Frú Wilson gaf okkur súkkulaðibita kökurnar að því hún svo góð. Og þetta fagnarerindið í hnotskurn. Þetta ekki vegna þess að við erum svo góð sem við fáum gjafir Guðs, heldur vegna þess að hann svo góður að hann gefur. Þetta fagnarerindið sem Páll var að boða, og fólki fannst þetta, og umskurnarsennunum fannst þetta bara svona cheap og ódýrt og þau ánú bara að þóknast heim og eitthvað svona, en hann bara, Guð svo góður, hann hafði fengið opinberun þetta. Og Guð hafði undirbúið, en svo kemur í versi 15 að allt frá fæðingu að Guð búinn að sjá fyrir sig hvað hann geti gert með þennan mann, og hann hafði undirbúið líf hans. Hann var velmenntaður gyðingur, hann var rómverskur borgari, hann ólst upp í grískri menningu frá unga aldri, þannig að hann hafði mikla þekkingu innsæi inn í alla svona menningar heima innan rómverska ríkisins, og þess vegna gat hann fara og tala við og ná til fólks. Guð vissi hvað þurfti til að undirbúa hann fyrir þjónustuna sem beið hans. Hann hafði sérstakann tilgang með hann, og hálfist aldrei við aftur. Þetta sjáum við í 15. versinu. Veistu hvað? Guð vil líka sérstakann tilgang með þitt líf. Það held ég að við heyrtið bara daginn nýlega að einhver spekingur sagði þessi góðu orð: það tvennt sem þú þarft til að öðlast sanna lífsfyllingu. Það annars vegar að elska og vera elskuð, hafa einhvern til að elska og meðtaka elsku frá einhverjum, og hafa tilgang. Og Guð hefur hvort ekki fyrir þig. Hann elskar þig og hann þráir að þú elskir hann á móti, og hann hefur tilgang með líf þitt. Það þarf ekki að vera tilgangur á pari við Pál postula. Þetta þýðir ekki það að nú allar, já, ég má ekki snúa mig til Guðs, þá ég sendur sem ykkur kristni búið eitthvað, þetta Tyrklands. Nei. Sumir eru sendir svoleiðis, en alls ekkert allir, langflestir ekki. En það þýðir ekki það og hafa ekki tilgang. Og tilgangurinn getur verið þannig að öðrum finnst því að þetta nú ekki stór tilgangur alltaf minn. Nei, en ég sáttu við hann, sem ég finn lífsfyllingu í því sem ég að gera núna. Og þetta, Páll segir okkur frá þessu frá 15. versun áfram, og þetta á við þig og mig í dag líka. Og ef við lesum áfram 16. versi, honum Guð þóknast að opinbera mér son sinn til þess að ég boðaði heiðingjunum fagnarerindið hann, og þá ráðgaðist ég ekki við neitt með annan mann. Hann fór ekki upp til Jerúsalem, hann fór ekki neitt strax, hann fór bara afsíðis og sagði: Guð, þú búin að kalla mig, þú mættir mér uppreisinn. Hvað sem þú vilt með mig? Og hann meðtekur hennar boðskap, og þegar þú skoðar hann vel, ef þú hefur tíma til að skoða boðskap Páls, þá sérðu hann samræmast, hann uppfylling á 1001 hlut í Gamla testamentinu. Páll hafði ekkert Nýja testamentið, hann studdist algjörlega við Gamla testamentið, við hebresku biblíuna, og hann boðaði þetta fagnarerindi út frá henni, og það gengur upp.
Þannig að það var Jesús Kristur sem að undirbjó Pál í þessi 3 ár. Með því að benda á þetta og segja Galatamönnum þetta, þá hann að faktist að segja, hann vildi að þeir skildu það að kenningar svo fagnarindi sem hann hafði komið með ásamt Barnabasi og boðað þeim byggðist ekki endilega á hefðum, kennslu eða venjum sem höfðu verið, heldur nýrri sýn á þá hluti. Nýrri, munið að Jesús sagði, Guðs ríki innra með ykkur. Þetta allt í einu komið utanfrá og inn. Og þetta algjörlega, þetta bylting, en þetta lykilatriði að skilja. Að Guð núna ekki lengur utanfrá og inn að kenna okkur hluti, sýna okkur þetta og sýna okkur eitt og annað, gefa okkur tóra og segja okkur ef við gerum svona, það betur heldur en að gera þetta svona, ef við fyrirgefið hér, þá það og passið upp á ekkjurnar og alla þessa hluti, þá það sýna það sem að ég vil. Það þýðir ekki það við að hætta því, það þýðir bara að nú tekur hann alla þennan pakka og hann úthellir fyrir anda sinni í hjörtum mannanna, þannig að trúin okkar, hún skilar. Og við Páll eftir að koma því seinna í bréfinu, af því að þessi fyrsti kafli núna búinn, þessa trú sem starfar í kærleika. Það það snýst þetta. Trú sem starfar í kærleika. Þetta stórkostlega einfalt í mynd sinni og þess vegna maður skilur alveg sem sagt, já, þetta náttúrulega bara verið að þóknast mönnum og gera þetta eitthvað svona cheap. En þegar að gáð og vel að gáð, þá kemur ljós að þetta djúpt, þetta lífbreytandi boðskapur turnalífi fólks. Ég alveg sagt okkur það að hann gerði við mig og margar aðra sem ég þekki, ég veit það alveg. Hvað ég segi ykkur eitt frá því líka betur. En þetta fagnarerindið og Páll núna að byrja að svara það sem hann kallar falskennurum sem að boða annars konar fagnarerindi inn í Galatíum og að svara þeim núna og segja nei, hér grunnurinn og hann búinn að leggja fyrsta grunn núna, munið þetta antalega var ekki skrifað í köflum og versum, þessi bréf, þetta var bara bréf og þegar við byrjum næsta á öðrum kafla þá vorum við bara að halda áfram með bréfið hans. Þetta nóg í bili og nú ætlum við að biðja saman fyrir þau okkar sem að viljið og getið. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem ég og fyrirgefum vorum skuldinautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen.